Þetta var markmið sem ég setti mér. Já, hvernig markmið ertu að setja þér? Markmið var að missa 10 kíló á einu mánuði. Þjálfarinn sagði mér að gera það svo ég fengi að spila meira með liðinu og að liðinu gengi betur. Mér tókst það ekki og ég búinn að missa aðeins 4 kíló. Já, þetta bara óraunhæft og lélegt markmið. Þegar maður er að setja sér svona stórt markmið, þá þarf maður að gera ráð fyrir meiri tíma heldur en bara mánuði. Og það kallast millimarkmið. Og millimarkmið getur tekið alveg upp í 12 mánuði að ná því. Og til þess að millimarkmið virki þá þarf maður að setja sér skammtímamarkmið með því. Til dæmis að missa 1 kíló á viku og þá ertu að missa það bil 4 kíló á mánuði og þá ertu svona cirka 3 mánuði að missa þessi 10 kíló. Og þegar líður á verður erfiðara að missa kílóin, þannig að eftir fyrstu 2 mánuðina þá þarftu jafnvel bara að stefna hálft kíló í viku og svo á mánuðirinn. Já, ég hef samt alveg heyrt þessi niðurstöðu og frammistöðumarkmið. Hvernig virkar það? Niðurstöðumarkmið beinist að niðurstöðu og það hefur ekki bara áhrif á frammistöðu þess sem að setja sér markmið, heldur hefur það líka áhrif á aðra. Og það er í rauninni engin leiðbeining í þessum niðurstöðumarkmiðum. Það geta bæði aukið hvatningu til þess að ná í rauninni lokamarkmiðinu þínu, en það getur líka valdið kvíða. Og frammistöðumarkmið, það er ekki háð öðrum, það er bara þú. Og dæmi þessi markmið til dæmis eða langar að bæta staðsetningarnar þínar eða styrk, snerpu, einbeitingu. Og ef frammistöðumarkmið næst, þá eru miklu meira líkur á því að niðurstöðumarkmið náist líka. Ok, ég ætla að setja mér á þetta markmið eða ég ætla að taka 1 kíló á viku í 2 mánuði og svo hálft kíló á viku í mánuð. Það myndi vera 10 kíló á 3 mánuðum og eftir þessi 3 mánuði ég búinn að ná niðurstöðunni sem ég vil ná. Já, það er flott.